Jæja, sælt verið fólkið og velkomin í Glettur. Að þessu sinni ætla ég að hefja leikinn hérna á Vilhjálmsvelli. Ég held þetta sé nú einn fallegast og glæsilegasti völlur sem að fyrir finnst á landinu. Nafnið hefur hann frá Vilhjálmi Einarssyni, þrístökkvaranum fræga sem ég var nærri því að taka gullið á Ólympíuleikunum forðum en náði silfrinu og margir hefðu gert sig ánægðan með minna. Nú hérna hóf Einar ferilinn sinn í frjálsum íþróttum, byrjaði að æfa hérna fyrir austan, enda var hann að austan eins og margir aðrir góðir fræknir menn. Já, mikil ósköp, það er náttúrulega gaman að völlurinn sé skýrður í höfuð á pappa og hér átti hann sinn fyrstu spor og hoppaði hér í mýrum í forðum tíð, þannig að hérna virkilega gaman til þess að þetta. Og hérna er eitthvað stórmót í gangi, ég sé hérna strandamanninn sterka, ég ætla að fara að ræða við hann og fá fréttir af því hvað er eiginlega að vera. Hér er mót sem að heitir Strandamaðurinn sterki og nefnt, við skulum að segja í höfuð á mér eins og ég var nefndur í gamla daga af Ómari nokkur Ragnarsssyni. Nefnum hvað, þetta er mót sem ég er að reyna að fara á stað með og vonandi verður þetta mikið stærra heldur en núna. Ég fekk ýmsa góða í lið með mér eins og UIA sem er minn bakhjall og eiginlega sér þetta fyrir mig. Og ég er með kastara, þetta er kallað stórkastaramót og fekk bestu kastarana flesta á bestu í kúluvarpi og spjótkasti og svo eru fleiri greinar sem fylgja með. Þú eru ekki gripið kúluna og kastaði henni svona upp á gamla mátann? Nei, hún fer nú aðallega niður og við erum ekkert upp á við. Þannig ég læt hann alveg vera. 7, 8, 1. Þegar þú varst að kasta hvað lengst? Hvað var lengsta kastið? Það var aðeins lengra en það var kastið í dag. Að ég á 21.09 sem var gert út í Stokkólmi 77 og það var stórmót sem var með fleiri þúsund manns, milli 15-20.000 manns í áhorfendur og þarna verður að setja heimsmet á þessu móti og ég setti vallar með þessu stóð í nokkur ár. Þriðja sæti Kristján Viktor Kristinsson, Breiðablik með kast upp á 14.47. Í öðru sæti Sindri Lárusson ÍR með kast upp á 15.39 og í fyrsta sæti var Óðinn Björn Þorsteinsson Ármanni með kast upp á 17.89. Vallar getið haldið ára og svo þungur. Takk fyrir það. Sérðu fyrir þér að þetta getur orðið framtíðin hérna á Vilhjálmsvelli að hér verði ara, grúi, fólks allt í kring, það er nú aðstæðan til þess að illa þeirra svona gott veður. Já, það er oft svona gott veður og ég er að vona að þetta spyrjist út og þetta litla mót sem vorum í dag að það hafi þau áhrif að við sjáum ekki bara stór kastara heldur stór afreksfólk hér á vellinum og það var nú hugmyndin með þessu velli að byggja það upp. Þannig að við værum svona svolítið til fyrirmyndar hvað það varðar að halda stórmót. En vonandi verður það og ég hefði gaman að því að fá að mæla hérna eins og nokkur Íslandsmet. Er gróska í svona frjáls íþróttastarfi hér á Egilsstöðum? Já, það er heilmikið gróska hér á Egilsstöðum og við erum að reyna að útvíkka þessa grósku víðar á Austurlandi og það gengur ágætlega. Þannig að til dæmis strax í fyrramáli keyri ég á stað í farandþjálfun og heimsæki þá 6 svona minni staði hér á Austurlandi og kenni frjálsar fyrir krakka. Og það er náttúrulega búið að vera heilmikil uppbygging hér og þessi völlur náttúrulega verið ákveðin vítamínsbrauta í þeirri uppbyggingu. Þannig að við eigum orðið fullt af efnilegum krökkum sem eru núna komnir í úlingaflokkana og eru bara með þeim best á landinu og bara vonum að við höldum þeim inni og náum svo að keyra upp yngri flokkana í þetta sama tempó. Sérðu efni hjá Austurríkum? Það er út allt. Þetta er alltaf spurningin tíma og áhuga og að svona hlúa að unga fólkinu. Það er sannarlega blikur á lofti í okkar samfélagi í dag, svona almennt séð, svona líkamlegt atgervi ungs fólks og ástæða til að staldra við og virkilega gera átak í því að skapa tækifæri og efla áhuga einstaklingsins fyrir sjálfum sér. Hvað eru þú
Þú ert framkvæmdastjóri ÚÍA, hvað eru margir og mörg félag innan ykkar vébanda? Herru, það eru 40 aldarfélög undir okkur og þau ná vítt og breitt yfir allt Austurland og eru í öllum mögulegum íþróttagreinum. Það er skautar og skíði og það eru skotveiðifélög og svo eru náttúrulega þessi hefðbundnu íþróttafélög og ungmennafélög. Þannig að það er nóg að vera hér. Jæja, Einar, spjótkastið búið, eigum við efnilega kastara? Já, alveg gríðarlega efnilega kastara. Þannig að spjótið er í góðu svifi. Við byrjum á spjótkasti karla. Í 3. sæti var Guðni Valur IR með kast upp á 54-40. Í öðru sæti var Einar Daði Lárusson IR með kast upp á 55-08. Og í 1. sæti var Guðmundur Sverrisson IR með kast upp á 77-95. Til hamingju með árangur og takk fyrir komuna, gjörðu svo vel. Og ég vil fá að taka hendina eftir líka og takk fyrir komuna. Erum við ekki dottið í hug hérna áðan að grípa spjótið og þeyta því endan á milli á vellinum? Já, það er alveg dottið mér. Sérstaklega því ég sé aðra að gera þetta svona vel og vera að læra og bæta sig, þá er það besta gjöf sem maður getur fengið í dag. Og Íslandsmetið er ekki langt undan, segi ég. Og það er flott að geta hafa rutt brautina og aðstoða svo aðra til að gera það betur. Það er eitthvað fallegt við það. Í hvaða frjálsíþróttagrein ætlar þú að fara að hafa verið ennþá stærri? No comment bara. En segðu mér, þú sjálf, ertu að stunda íþróttir? Ég gerði það í gamla dag, ég hleyp bara mjög til skemmtunar núna og leyfi öðrum að slá metinn. Er ekki mitt mjög góð aðstæða til þess að halda sér í formi, hlaupa brautir og stígar hér upp allan skóg? Jú, það er nefnilega mjög fínt og bara umhverfið hérna er náttúrulega svo dásamlegt að maður getur verið gjarnan að spretta úr sporið þegar maður er komið hérna meðal trjánna og fuglana. Ertu að hjálpa þessum krökkum? Ertu að miðla svolítið úr reynslu bókanum? Já, ég hef verið að gera það síðastliðin ára á kvöldin hjá IR og þangað hafa komið líka íþróttamenn úr öðrum félögum, þannig að það hefur verið svona samnýting milli félagana á svona þekkingu þar sem hún hefur verið til staðar. Þannig að þetta er bara voða gaman og gefandi og nú erum við farin að beina spjótum okkur svolítið vel, Íslendingar. Það var svona tíð að þetta þótti vera grein sem við stemdi við réðum ekkert við, svona rétt eins og við værum einhverjir flóttamenn sem hefðum aldrei geta beitt spjótum okkar áðurlega, en þetta er í geiranum okkar, svo sannarlega. Það er bara að þjálfa þau. Það þarf að styðja þetta fólk mikið. Það er ekki bara í knattspyrnunni sem það þarf að styðja. Það er ekki síst í frjálsum, því að það er erfitt að halda krökkunum inni og það þarf að hjálpa þeim. Já, ekki bara í íþróttunum, það er félagslegu þátturinn líka sem þarf að vera fyrir hendi og þetta vantar svolítið oft út á landi. Þetta er meira gert að ég Reykjavík að halda þeim saman, eins og til dæmis íringar þegar það staðið sér alveg frábærlega vel hvað þetta varðar. En já, mjór er mikils vísir. Þú ert búinn að ýta á hlaði og ekki að vænta þess að þetta hlaði uttalar sig og verði smátt og smátt fjölmennara og stærra bút. Já, það er nú draumurinn að hér var bara áhorfendur komið og njóti þess að horfa á góð afrek og veðrið verður náttúrulega ekki síðra en það er í dag. Þetta er alveg frábært. Er þetta ekki alltaf svona hérna á Egilsstöðum? Ég hef ekki segið það. Það er yfirleitt svona. Ég sagði mig í gær að það væri oft bara svo dögum skipti, 10 stigum heitar heldur en í dag. Bara eins og Sólarströnd og það er nær að koma hingað heldur en að fara út í æfingabúðir. Þannig að þetta er staðurinn. Það er hér og fagur dýrðar dagur. Dögg og jörðin brosir hlýju sumrinu mót. Fljótsdal sér hann sveipað inn í sindrandi grænan skóg. Sólgullið skín lagar fljót og við siglum tvö í sunnan blænum
drauma sigling yfir glitrandi Greinum bæðað haldi þessa hamingju ljúfustu Hugsa og þrá nýjan Blikar báruna á Bjart yfir að sjá Vegið okkar það líður landi grænu frá Svíðum nú saman sæl Þessa skínandi slóð Gleði, bros og gaman Greipti minningasjó Greipti minningasjó Greipti minningasjó Nú, Hótel Snæfell hérna á Seyðisfirði, sögufrægt hótel í gegnum tíðina. Nú, ég kom hérna á stað og alltaf veit hvort það væri ekki hægt að fá eitthvað að borða en það var nú ekki aldeilis. Matsalurinn gamli á Rú og Stú og mikið að vera við að gera endurbætur á staðnum og ég náði hérna hótelhaldarann. Mikið að vera í dag. Það er nóg að vera allavega. Á að fara að endurbyggja gamla hóteli? Ég verðum lapp upp á það og já, beturbæta. Þú ert ekki bara með þetta hótel, þú ert með hótelrestur víðar í bænum? Já, þetta er með húshótelina sem heitir Hótel Aldan og erum með gistingu í 2 húsum. Svo erum við veitingasal og móttökuna í gamla kaupfélaginu. Þið eru að setja þetta í stand og verður þetta klárt fyrir sumarið? Já, það er bara íslenska fyrir þetta verður sjálfsögðu klárt. Það er ekkert mál. Það sem við náum með þessum nýju herbyggjum, við erum bætað 3 herbyggi núna, við náum að koma hjólastólaaðgengi sem er kannski einna skemmtilegast í þessu. Loksins náum við þeim árangri að koma hjólastóla. Það jarðhæðinni hér? Það verður jarðhæðinni hérna, það verður svolítið innangengt inn í herbyggina utan og þar af leiðandi getum við útbúið hjólastóla aðstöðu loksins. Það er svolítið erfitt í þessu gömlu húsi, þau bjóða ekki alveg upp á það, allavega ekki öll. Þannig að það er rosa gaman að geta útfært það þannig að það er möguleiki að komast að hjólastól og þetta verður stór og rúmgóð og skemmtileg herbyggi. Þau verða ekki í sama standard og restin af hótelinu hérna hjá mér. Þetta er minna hótelið mitt ef maður orðað þannig. Herbyggin hér eru minni og minna útbúin og á meðan að hinum megin í gamla bankanum að það eru stærri og rýmri herbyggi. Kannski þá ódýrara hér? Já, hér er ódýrara. Þetta er svona, já, bara léttara hótel. Þið eruð í gömlum húsum, eruð þið kannski fyrirtæki svona í og með í húsverndundar starfsemi? Já, það er óvægt að segja það vegna þess að það sem byrjuðu þetta voru nú 5 hugrakka konur en Seyðisfirði og draumur þeirra var að endurlífga húsin hérna og fá þau til að lifna við aftur og það er hefð eða draumur sem okkur hefur tekist og viljum halda áfram. Þannig að við erum að berjast fyrir að ná fleiri gömlum húsum inn til þess að fá lífið þau aftur, ekki bara mála þau og gera hugguleg, heldur fá lífið þau aftur og fá þau til að lifna. Nú er hérna svona ferðamannatímabilið að byrja, það er að lifna við, svo að komu margir með ferjunni í morgun. Eru þið ekki farin að finna fyrir því? Jú, og við finnum strax leið og ferjan fer að blása, það kemur mikið líf, en það er líka bara búið að breytast ásendin í ferðamannainnan, hann er farin að vera allt árið og þetta er orðið mun skemmtilegra, ef þetta orðið þannig, og alls konar típur koma, fólk sem vill upplifa vetur og upplifa ófærð og finnst það spennandi og áhugavert. Það er mikið verið kvartað yfir fjarðarheiminni í veturinn, meira og minna ófærð oft lokað dag eftir dag. Er það kannski svolítið ævintýri í og með fyrir ferðamennina? Fyrir þessa hugrekku er það ævintýri. En fyrir hinn venjulega túrista þá er það nú ekkert rosa gaman, en þetta snýst kannski ekki endilega hvort einhver ferðamaður komst yfir heiðina. Þetta snýst náttúrulega yfir alveg rammpólitískur. Það snýst öryggi okkar heimamanna og að geta og þegar við þurfum að farið yfir og það er mikilvægast í þessu og það er alveg saman hvort okkur vanti mjólk eða brauð. Þetta er nú enginn á því á örskömmu tíma heldur. Er það öryggi okkar heimamanna að geta farið yfir þegar þarf? Eigum við kannski að kíkja á stóra hótelið eins og sagður hérna í gamla bankanum? Eigum við ekki að skoða bankan? Hann hefur það sama vesen og allir aðrir íslenski bankar, hann er galtómur af peningum. En hann er fínn að gistingu. Skulum kíkja þangað? Kíkja þangað. Hérna í þessu fallega gamla húsi undir Bjólfinum sem kallað er á Seyðisfirði. Það var nefnilega Bjólfur sem byggði Seyðisfjörð á sínum tíma og hann var blóðir hans Loðmundar sem byggði Loðmundarfjörð. Leiðir þeirra skildu hér úti fyrir og annar fór inn á Loðmundarfjörð en hinn inn á Seyðisfjörð.
og Loðmundur fór reyndar árið eftir suðurum en Bjólfur setti stað í Seyðisfirði. Nú, hér ekki hótel í þessu fallega húsi í dag. Já. Einu sinni var banki. Einu sinni var banki. Allir peningafarnir. Allir peningafarnir. En hótelreksturinn gengur samt vel, eða ekki? Jú, þetta mjög gaman að reka hótel á þessum tíma. Þetta er auðvelt að reka hótel í þessum myndaramma sem ég hef hérna. Þetta er svo ofboðslega fallegt og fólk kemur dolfallin niður stafina og búið jafnvel klást við Fjarðarheiðina. Þannig að fólk er ofboðslega ánægt og það er auðvelt að reka hótel í þessu umhverfi og með svona fallega ramma þetta er gaman. Megum við kíkja aðeins inn? Já, við kíkja aðeins inn og sjá hvað ég hefur upp á að bjóða. Arkitektin okkar og kannski svona höfuð bak við þetta, Þóra Guðmunds, hún er nú alveg meistari í að finna þessa gömlu liti sem passa vel. Og það er svo mikilvægt að þetta harmoneri, þetta sé ekki bara reynt að gera gamalt, heldur þetta að ná þessu í álfunum. Þetta er mikið endurnýtt það efni sem til var og haldi bara lífi þeim hlutum sem að voru hérna. Þetta er sem við kallum fjölskylduherbyggi. Þetta er fjagramannaherbyggi. Hérna nýtt fyrir gamli arkitekturinn sig undir. Já, og þetta er, náttúrulega. Gamall og fallegur spegill. Já, og lokrekkjan er náttúrulega. Lokrekkja. Já, og það er, svona var þetta í gamla daga, það var hver fermetri nýttur, það var ekkert verið að spara, þetta að nýta þetta og það er eitthvað sem við vildum halda áfram. Svo voru svolítið smeyku þetta í upphafi hvort þetta yrði, fólk myndi ekki finnast þetta gaman eða finnast óþægt að vera inn í svona hólu en það er alveg saman hvort maður leiði í barnafjölskyldum eða bara tveimur og það er alltaf sofið í þessu rúmi þannig að þetta er mest notað rúmi í herbygginu. Og hérna fær það gamla að njóta sín falli gólfborðin. Já, það er mjög mikilvægt að leyfa því að og líka gömul húsgögn, gömul umgerðum spegilinn og skápar í gamla stílum. Já, þetta er allt saman haldið í réttum stíl og réttum anda og það er svo mikilvægt að ná andanum, að leyfa honum að harmonera með öllu restinni. Já, hérna erum við komin svona eiginlega á aðal gatnamót bæjarins. Þegar komið er yfir Fjarðarheiðin og hérna niður í bæinn þá stefnir maður eiginlega bara beint inn í þetta hús sem er Hótel Aldan. Og hérna var mikil verslun í eina tíð, það voru kaupmenn hérna og síðan kaupfélag. Þetta var svona sá staður sem eiginlega allir sem komu til Seyðisfjarðar komu á. Nú er hér rekið veitingahús á ykkar vegum. Já, þetta er svona miðpunktur hótelsins. Hérna er móttakan og veitingastæðan okkar og hér er safnað saman í morgunverð og annað, þannig að þetta er svona miðpunktur okkar hótelrekstri. Og það er kannski stærsti kosturinn eða hlutinn af fegurðinni skulum við segja, eru gömlu húsin sem að setja þetta sér på. Klárlega, þetta er það sem að gerir bæjarstæðið því sem það er og sýnir þessa rómantík og þannig að það er ótrúlega gaman og fallegt að labba hér um. Það er alltaf líka verið að klæða fleiri og fleiri þeirra í spariföt. Já, það er búið að fjölga sparifötunum og það er rosa gaman, hvað fólk er duglegt að halda þessu við og þykir vænt húsin og er alltaf að halda áfram. Það er mjög gaman. Já, hér er hátt til lofts og vítt til veggja. Kemur kannski svolítið óvart í svona gömlu húsi hvað er hátt til lofts? Já, þetta er ofboðslega vel byggt hús alveg frá öllum sjónarmiðum og litli hluti sem við erum að hugsa mikið og pælt í eins og einfaldur hlutir hérna í gólfinu. Hér eru glerflísar og þetta eru skipflísar sem eru svona 6 hindar og þær varpa ljósin niður í kjallarann. Þannig að Þetta hérna? Já, þannig að þetta skapa birtu niður í kjallarann. Þetta er gluggi í gólfinu? Já, þetta er gluggi í gólfinu til þess að fá lýsingu í kjallarann, það er ágætis kjallari hér undir og það hefur verið hugsað fyrir öllu hérna. Hér náttúrulega var kaupfélagið og okkur hefur tekist að varðveita heildarmyndin ágætlega, innréttingarnar og... Það eru gömlu hillurnar úr kaupfélaginu sem var hérna síðast með verslun? Já, þetta er sem betur fyrir tókst nú að bjarga þeim með góðu handverki og mikill ást og þá bróðir konu minnar á hóteli með okkur og bróðir þeirra er mikill smiður, hann Börkur Jónsson, hann tók sér til og endurgerði innréttinguna úr því efni sem til var og gerði hann í þessari mynd eins og hún var úr orginal hráefni. Þeir reyndu miklu tíma og mikill ást í að koma þessu í þetta stand sem það er.
Jæja, við erum komnir hérna undir gaflinn á Gamla ríkinu sem kallað er á Seyðisfirði. Já. Þetta var nú, hvað það að segja, vinsælt og hér var fjörfarið oft á tíðum. Já, ég held að sé ekki margir fullvaxna karlmenn sem ekki komið hér inn á einhverjum tímabili. Ekki Ég man mikið. einmitt eftir því að það var svona frasi upp á héraði þegar maður spurði héraðsmenn hvað maður lengi á Seyðisfirði. Það fór eftir í hvað klukkan var. Það var rétt að verða 6 og gat maður verið mjög fljótur. Já, það skilst mér að hér var örtröð. Til þess að ná í, en það var þetta eina ríki sem kallað er á Austfjörðum. Já. Lengi vel. Já, mjög lengi. Þá var þetta mikilvægasta hús á Austfjörðum. Og ykkur tókst að bjarga gömlu innréttingunum, þær eru inn í húsinu? Þær eru inn í húsinu og eru bara frekar heilar, þannig að það þarf eitthvað að halda þeim við. Það eru innréttingar sem voru upphæðlega í verslun Konráðs Hjálmarssonar í Mjóafirði, ef ég man rétt. Já, það getur passað og það er allt saman hana. Reyndar svolítið sérkennilegt með þessar innréttingar úr verslun Konráðs, en húsið sjálft sem að hýsti þessar innréttingar, það er á Fáskrúðsfirði í dag. Já, það vissi ég ekki. Get þá frættið eitthvað. Já, það er alltaf gaman að því. Þetta sérst, ykkar draumur er að bæta þessu húsi í ykkar hótel saman. Já, okkur langar rosalega að fá það undir okkar væng og fá að passa upp á þetta hús. Okkur langar það. Og er það ekki ferlið, er ekki líkur til þess að það gangi eftir? Jú, þetta er allavega í ferli. Það er mjög góð byrjun og áhugi frá öllum aðilum að koma því undir okkar væng, þannig að það er mjög spennandi. Er þá hugmyndin að kannski reyna að færa það svolítið frá veginum og hérna nær hafnar? Já, það er það. Það er bæði búið að ná því að binda bara betur með höfnin og líka bara upp. Það er rosalega nálægt veginum. Það var ekkert svo mikið umferðin áður fyrr. Þannig að það verður fært 3 til 5 metra aftur á bak. Og ef maður kíkir á húsin, þá er eins og segir við að klæða í spariföt eða öll þau hús sem voru þreytt og hinn eru komin í spariföti. Þannig að það er rosalega mikill áhugi á að halda bænum fallegum og húsunum. Og bara mikið stolt að því að vera Seyðfirðingur. Sagði mér að skólakennar á Akureyri að ef maður spyrði fólk hvað það væri, þá sagði fólk, þeir sem koma á austan, ég er á austan, en Seyðfirðingar segist alltaf vera frá Seyðisfirði. Og þau eru ekki á austan, þau eru frá Seyðisfirði. Jæja, nú er ég komin hérna lengst upp í fjall. Það er Strandartindur sem er hérna beint fyrir ofan mig. Ég ætla nú ekki að reyna að ganga á hann í dag. Horfi hérna niður á fjörðinn og sé að þar eru stórhveli að baða sig. En hérna rekst ég á tónleikahöll og þaðan berast ljúfir tónar. Við skulum ganga inn og heyra hvað þarna er að vera. Bravo, Einar Bragi, eða saxi eins og flestir kallaði nú reyndar. Takk fyrir það. Hvaða lag var þetta sem þú varst að spila? Þetta er náttúrulega eitt af gerðsumum Seyðisfjarðar. Þetta er Óar blessuð vertu sumarsól eftir Inga T. Lár, sem er náttúrulega eitt af þjóðskáldum Íslands. Og hérna er minnisverðin í bænum mann, hann fæddist hérna. Þú ert að spila hérna í mjög sérstökri tónleikahöll sem að Seyðfirðingar eiga hér upp í miðju fjalli. Hvernig kom þetta til? Þetta er alveg magnaðarstaður. Það var þýskur listamaður sem lét byggja þetta eða stóð fyrir þessu og þetta heitir Tvísöngur og hérna er hver hvelfing með svona sinn grunntón, þannig að maður lappar á milli hvelfing og spilar og þá sumarnótur sterkari í einni hvelfingu heldur en í annari. Þannig að ég hef lent í nokkur sinnum í fyrrasumar eftir þetta opnaði að spila fyrir nokkra útlendinga ferðaskrifstofur og þetta slær alltaf í gegn. Ég var starfandi bæjarstjóri þegar hann kom hérna með ferjunni með hermann með sér og þegar hann mætti hérna þá náttúrulega vantaði að græja allt og gera allt fyrir hann og það bitnaði það bara á mér. Hvernig komið þið eiginlega steypunni hérna upp? Steypan var svo sem hún var hrærð hérna fyrir neðan og henni var keyrt hérna upp í traktor og traktorskurfu og eitthvað hrærðu þeir hérna upp í svona litlu hrærivilum en annars var allt annað unni hérna uppi. Öll mótavinna og allt sem að þurfti að gera, það var allt hér. Það hefur nú verið eitt og eitt handtakið við þetta?
Já, ég dáist að þeim að hvað þau voru duglegir við að bjarga sér hérna á staðnum. Það var allt grjót hérna handtínt og allt torf sem hérna, sér, þetta er mjög snyrtilega frá þessu gengi. Hérna var bara eitt stórt sár, en þeir handtíndu þetta allt hérna og gengu frá þessu mjög fagmannlega fannst mér. Og ég veit að margir tónlistamenn á Íslandi bíða eftir að fá að koma hérna og prófa, sko. Nú, við stöndum hérna beint undir Strandartindi. Er ekki grá upplagt bara að halda hér stór konsert? Jú, það var alveg magnað að tala ekki ef við fáum sama sumarið, þá var hérna í fyrra, þá var hérna 20-25 stegi hitti hérna. Seyðisfjörður, Mallorca, Íslands. Já, þetta getur verið það. Þegar maður sér Ítalía og Spánverja vera að baða sig í ánni, þá hlýtur það að vera eitthvað til í því, sko.